það? Jú, takk. Það fyrir snögglega. Við erum í beinni. Það voru velkomin á fund íbúarráðs Laugardags. Þetta fundur 46 hérna í Dauðaslóni og ég Atli Stefán og set þennan fund hér með Eldstöðu og við bara vindum okkur í fyrsta lið að koma íbúar að fjárfestingu og viðhaldsáætlun framnægni byggingar. Að ræða fjárfestingu og viðhaldsáætlun hjá Reykjavík og við höfum til 31. maí til að skila á okkur tillögu að einhverjum verkefnum sem mætti að koma inn í það og ég bara hvet ykkur inn til þess að taka þátt í því að þau eru með grunn til þess að þú hvað mættir, ég var í fjár og þú mættir fundin, þetta var kynnt við svona fannst kannski, já og það er kynnt að einhver aðferð við að leggja fram verkefni þurfa að standast jafnréttisskilning hvað kemur hana í fundagögnunum inn í fundarbraskamann og þarna erum við dæmt að sjá yfirleitt framkvæmdar og glatt okkur Grétar að það er búið að ráðstafa féð fyrir skólana í Laugardags svona 2 og það eru þá næstir inn í forgangi samkvæmt manninn sem kynnti þessi hvað maðurinn hét? Nei, það ekki. Yngstur í blaði. Það var hann, var visku og glatt okkur og vonandi fyrir við næstin. Hann sagði að við værum eftir hagaskóla og bæjarskóla. Það er klárt nú. Og við farið í Laugardagsskóla og Laugardagsskóla. Og Laugardagsskóla inn í þannig líka? Inn í líka. Það er hægt að skoða. Laugarnes og Langholtsskóla. Utanhúsklæðning Laugardagsskóla. Laugarnesskóli í hönnun og mótvægisaðgerð innvistarvandamála og svo Langholtsskóli endurnýjun sjálf með mótvægisaðgerð innvistarvandamála. Svo Laugaborg, það er heildarræðingar að hefjast. Þau eru að fara upp í Samir núna, starfsemi. Já, hvað? Mætti börnum í vestum framhaldi koma á heimsókn, voru að fara tilbaka. Já. Sko. Var áætlun, ég var að lesa yfir þetta, það er ekki skipt, fjárhagaáætlun var ekki skipt niður á nafngreip niður á skóla. Nei, það var búið lítið sundulegar. Það var komin ábyrging frá þríeikum sem var það var bara allt lítið sundulegar. Já, og það sem þið eru að segja núna nafngreipin skólana. Það er það sem hann sagði sérstaklega. Ég með að tala þetta sérstaklega á fundinum. Hann lofaði að skrifa þetta. Hann lofaði ekki, það var maður kannski. Og hann veit ekki frá hvað sviðið hann var. Það var örlöfus. Fagurfræðis, já. Getur þú lesið hvað hann sagði? Hann segir, hann lofaði að báðum þessum liðum sem hann viðurkenndi ætti að vera sameinaðir væru skólarnir 3 í Laugardagsskóla í fornfram. Skrifa ég alveg. Vogaskólann er á listanum. Við erum alveg, já. Ég held að það sé ekki næst saman. Ég held að það var orðað að hann var að taka þessu 2 fyrir, þess að Vogaskóli er ekki næstur. Já, þetta er gallinn við þetta það er mikið af huldufólki og verst er að það eru huldudeildir sem halda erindi. Það er skólinn, Laugardagsskóli er að fá upplýsingar í PDF-skilum sem er ekki undirrituð. Það er ekki skrifað frá hvaða sviði borgarinn er koma, það er ekki málsnúmer, það er engin Reykjavík. Það er eins og einhver geta sest niður og skrifa illa og senda frá sér. Ég skil það alveg að fólk vil halda persónum nöfnum starfsmanna borgarinnar, það snýst ekkert þá. Ég skil alveg að halda þeim til því að það er bara allt í lagi. En það lágmarka að kvitta upp á þannig að setja beina erindum að rétta staði. Ég held að það hefur örugglega kynnt sig, ég bara mista þess. En þetta er svona almenn athugasemd. Takk, við fengum skjal frá Elmu Kristinsdóttur frá miðlægri stjórnsýslu mannréttinda Laugardagsskóla Reykjavíkurborgar með fjárfestingaráætlun sem að sumir skólar eru með eitthvað fé sem er kannski skýrt hvað þurfa upp á að vantar en það er kannski en í áætluninni er átak í viðhaldsmálum skóli Kristins við grunnskóla
heilmæltir 2 milljarðar 2025, 2 milljarðar 2026, 1 milljarður 2027. Á þess að þessi setti þeim á ákveðna skóla. Þessi ætla að eftir þessir skólar í Laugardalnum séu næstu einn, hluti eða stór hluti af þeim til þeim. Hljómar þessi í sínu afturhóðum sem eiginlega bara rétt. En það gerist í þessum málum ég er búinn að vera í þessu persónulega í 2 ár, næstu 3 og þetta er búið 11 ára barátta. Það er ekkert á blaði og í þessu það er bara frábært að fá þessar fréttir að það eigi að halda sig við þann forgang sem skólarnir í Laugardal hafa samkvæmt síðustu greiningu sem var birt sem er líklega orðin 3 ára gömul og birt bara í vikuna áður en að ráðast í háskóla. Þar var Laugarnesskóli í fyrsta sæti og skólarnir í Laugardal voru í fyrstu 3 skólar í Laugardal voru í fyrstu 5 sæti. Síðan þá hefur ekkert gerst hvorki óstundistöðna. Það hefur verið bráðabirgðaviðgerðum sem að sumir segja virki og aðrir þurfa að skrá sig með læknisvottorð í langtímaleyfi út af miklu áhrifum, staðfestum miklu áhrifum. Þannig ég vil bara fá einhverju tímalínu og forgangsröðun upp á borðið. Það gengur afskaplega illa að fá það upp á borðið. Ég sé ekki að þessi skýrsla svari því endilega, en ég fagna því að það sé verið stefna að einhverju jákvæðu fyrir hverjum. Ég vil fá að sjá það. Við vitum að forganginn var skólanum núna, en tímalínuna kannski ekki alveg. Það hefur verið sagt á fundi af einhverjum embættismanni, það er ekkert í höndum með þetta. Þannig ég bara ekki ég er út á móti, en þetta bara dugar ekki. Ok. Já, við getum að senda inn tillögu að þessum verkefnum. Það þarf að passa að lesa hana eins og jafnréttisskimun og ég held að þessum er í mótið með senda inn tillögu að verkefni sem á að fara inn á fjárfestingar og VS. Við unnið sem tillögur í sameiningu fyrir 31. maí, að þetta er unnið á milli funda í rauninni. Þannig að bréfið er lagt fram á þessu eyðublaði jafnréttisskimun og tillögu gerðina sjálfa og þessu fylgir kynningin sem að vera að vísa til sem frá einhverju skipulagssviði og sem leiðbeiningar jafnréttisskimunina. Það er rauninni ágæðsla núna að samþykkja félag formann að vinna drög sem þýðir bara að hann heldur ráðinu að verki í tillögugerðina og heldur utan hana en vinnur í samráði við ráðið. Síðan það lagðar fram á næsta fundi það sem við skiljum og við heldum þetta með ykkur sérst á stað. Nefnir. Þannig að Já, ég er náttúrulega. Já, við erum með eina frá íbúðarsamtökum, ég er alltaf einu sem var með eina sigur gáðlegt, ég fikk mikið í málum, en ég var á þessu fundi. Já, við vorum að pæla í loftgæðamælum á fleiri stöðum, ekkert endilega hvað, en við erum einmitt eftir funda alveg, það er svona einhund, það er einhvern tveir mælum við auka það. það er mjög Það er Grensás og líka í Laugardalnum, það var bara breiðhelgina leikskóla. Það er á Langholtsskóla. Já. Það er meint alltaf nokkur gráðum heitar á Íslandi í Dölum, eins og við það er alltaf aðeins verið laskæði. Já. Í því. Það er lagst svolítið niður mengunni Það er mjög gott að fólk verið sammála og hafa líka næg. Já. Sundlaugavegurinn er líka tónbærður, eða þessi borgartúnsbryggsstíg, sundlaugavegurinn, já, sem vegur. Það er sko, ef maður fyrir loftgæði.is, það er ekki skoða þetta, en það sé ég, það eru 2 mælar við hafnina, annar á Laugarnesi, það er Faxaflóðar, Annir og hinn er í Sundurhöfn, sem er titlaður leikskólinn Lundur. Já, það er klætt. Já, Já. þannig að Það er þeir, svo og sko er einhvern veginn, þannig að, það er svo síðan það. já, Já. þannig að það eru, þeir eru 3 sko, en ég er sammála, mér finnst það er fleiri sko, en þeir eru það. Það er Klepp og við. Það er við Klepp, já, í
og svo hinn Laugarnes og Laugarnesinu. Og svo einnig hús fjölskylduhúsbyggarinn. Og mætti vera einn þarna alveg á milli á. Við Spröng, sko. Nei, hérna Sandberg segir. Í fljótu bragði síðan er þetta verið bestu málunum að já, það er einn í Vesturbæ, einn í Miðbæ. Það er komið fleiri svona í Háliti. Nei, það er Grensásveg. Það er engin Grávei. Grávalli. Ég veit, á Helgdórbakka. Já, hlýna þar. En já, mjög góð til að mjög neitt því. Svo er hérna sástu það er viðburður núna á dagskrá í vikunni á Loftey í Ráðhúsinu. Lokun viðburður. Það var sem eitthvað á þetta. Sem ég mæli með að kíkja á það á Loftey. Ok, það bleið mjög ræði. Það má alltaf líka bara senda inn á Facebook. Meðan það eru samt, bara til að fylgja mínu eftir. Er eitthvað að frétta af skýrslunni stofnlókum? Eins og ég veist. Það er áhugavert að það er rosa erfitt að taka skýra afstöðu til skýrslunnar þegar það vantar grundvallarforsendur það hvað vannst. Þannig að það er ekkert að fyrir það. Það er skýrslu. Starfshópur SFS sem var að vinna forgangsröðun og tímaröðun og kostnaðargreiningu undir fyrir uppbyggingaskóla í Laugardal. Samt verið sviðsmyndi greiningu sem var búið að taka afstöðu. Ég held að það var til umræðu á síðasta fundi sem ég var hérna. Já, þetta er búið að lengi. Það var ég óleitt og nú er ég aftur og bara ég drekka. Rófari er orðið. Ég sem að tala hérna á fundirum hérna í Vogaskóla. Þetta er rosa, það er mjög náttúrulega dags og myndstig og mynd. Það geta samt hlutur er svona tímulinn. Já. Ok, ef við fleiri hugmyndir núna, þá höfum við fyrst að þessi klára, hann er meðanlega heyri mér, en ekki senda mig hugmynd. 30. En þegar við sendum fyrir hvað vandi til SMS. Það er skólinn fyrst. Við höfum gestaskó og það búið banka allir því sem hægt bara þetta beint í borgarstjóra það búið að uppast því sem svo hægt þessu ég skilja það bara hreinlega haldi í borgarstjórnskristingu. Sem formlega bóksins. Ég er búinn að senda formann skóla- og frístundaráðs og formaðurinn sagði þetta heyrir ekki undir mig, þetta beint undir borgarráð. Borgarráðið búið að svara því að skýrslan bíði þess að frekari forsendur sem náðu til grundvallar henni þessi eftir að svara þeim. Málið er að starfshópurinn það er ekki þannig, þetta er að skila þessi skýrslunni. Borgarráð, fulltrúar borgarráðið vita ekki hvað forsendur þetta er. En við sigli haldi í borgarráðið. En ég velti fyrir mér þessi liður, þetta milljarða, já, liður, átaki viðhaldsmálum SFS, mætti ekki skafti fyrir súturlið, getur þetta náð eitthvað? Ég get alveg kanna það. Já, svo er talað dagsskóla, hagaskóla, þið veitir hann kannski annað, þessi liður mætti vera Algjörlega, það fylgist með inn til íbúðaráðanna bara framkvæmd áætlun hverfisins og við þegar óskum eftir að það væri aðeins yngarlega eftir að við höfum fengið þau gögn sem fylgja núna. En það er sannarlega óskætti hvort að þessi þetta láta kostnað fylgja betursöftulega eins og við getum. Já, það er þessum lið. Já, ég get alveg ef að hérna Það er nú bara alveg eðlilegt vegna þess að það kom fram undir. Og það er líka bara þetta vinna við svör sem koma, sko. Þetta er þessi dreif einhver aðeins ámarkaðurinn. Sýta þig. Sem að hjálpa til í tílugerðina. Já. Ok. Það var að næstu við. Næstu liður, liður 2. Umsókn íbúðarráðsveðar sem tillögur íbúðarráðs háleitis og bústaðarhverfis sem lækkun hámarkshraða Suðurlandsbraut. Það fór inn tillaga frá íbúðarráði innan ákveðni íbúðarráðs að
flýta fyrir lækkun hámarks á Suðurlandsbraut fram að Skeiðavogi, eða austan Skeiðavogs, og úr 60 í 40 sem hluti af aðgerðaáætlun sem verið samþykkt og rætt á 2022 og núna í framkvæmd. Þarna var verið að í ljósi umferðaröryggis verið að kalla því að flýta fyrir þessari aðgerð. Og ég tók saman drive, setti hópinn á í umferðar núna, komu orðalags ábendingar frá Eilsfirði og ég uppfærði í takt við það. Þú setta á? Já, þetta allan tillagan sem það var lögð fram umsagnarbeiðni á síðasta fundi og þá uppsagnar frá íbúar og Laugarvatns í gögnunum. Og formaður gerði drög, það var þeim veitt umsögnum svona í drögum og ykkur til samþykktar eða bæta við eða eitthvað slíkt. Það er það sem ég kalla ykkur. Umsögnin er inni hér. Byrjar hér. Sérst það ekki það finna? Þannig að þetta er tillaga umsögn okkar. Þetta er sem sagt tillaga íbúar á hálendis og bústaða sem er til afgreiðslu í umhverfis- og skipulagsráði. Umhverfis- og skipulagsráð óskar uppsagna íbúar á Laugardals áður en þau afgreiða tillöguna. Þannig að umsögn ykkar er hálendis. Það er ekki Skeiðavogs. Austan Skeiðavelli. Já, já. Það er það sem stóð í áætluninni, verkefnaáætluninni. Sem Suðurlandsbraut. Jú, þetta stóð samt í verkefnaáætluninni, það var svo taka úr. Það er einhver áttavildu skrifað þetta. Já, ég hef það hugsað þetta Skeiðavogur, það er það bara mörkin eða? Já, austan, það er bara Já. Breiðholt og áfram. Já, það er bara annað í alltaf. Það verður að tala Suðurlandsbrautina í heild sinni. Nei, þetta er fram að Skeiðavogi. Frá Kringlumýrarbraut. Nei, þetta er frá að því að Skeiðavogur hjá Tempræsefnum. Þetta er frá honum að Kringlumýrarbraut. Það er bara út austan Skeiðavogs. Þau vita hvað þau eru að framkvæma. Þeir sem taka á móti sér. Og læknar hafa skorið brátt mjög, sko. Og munar á hægri vinstri. Er ekki bara fínt að segja okkur frá Skeiðavogi eða Það er bara frá Skeiðavogi. Bara ef þetta er tillaga sem liggur fyrir, þá þarf ekki að taka nákvæmlega fram hvað þetta er. Þau vita að það er búið að tengla þetta líka. Eru þið með einhverja athugasemdir á mín texta? Og bara rifið það sem umræðan sem fór fram hérna á síðasta fundi. Það kom allavega ekki þannig fram að ég nöðtók bara að það væri búið að ákveða þess að ég skipti þetta meira sem ákvörðun lækkun hámarkshraða, en ekki þannig að það væri búið að ákveða að það væri að flýta okkur. Þessi er ekki rétt. Þetta er ákveðin sem búið að taka á 2022, komið í framkvæmd og byrjaði að framkvæma, búið að samþykkja út frá í bústaði og það er sem sagt búið að teikna upp í rauninni allar þær götur sem eiga að breytast sem eru að verða í 20 líka, 30 í 20 og 50-60 bara í 40. Og þetta er bara hlutaverkefni sem við höfum samþykkt og margt rætt í fjölmiðlum og í pólitíkinni og við erum núna svona að reyna að hvetja til þess að þessi verður flýtt sem er mín tillaga og vonandi ekki tekið til það. Það er til gömul ályktun frá þessum hópi, frá íbúar þegar Rannveig var formaður. Það sem var kallað því að bíða eftir borgarlínu. En í ljósi
eins og tveggja bílvelta sem borist eru freak accidents, eins og maður myndi á það góðist íslensku, þá myndi ég vilja flýta við þig og það hefur hvort sem verið lækkun á þessum parti núna tímabundið. Það okkur delta í menntaskóla. Þannig að ég held að þetta sé ágætis skref bara að fara í þessi reglur ef þá borgarlýs ekki komin. Ein forvitnisspurning. Af því að nú þetta búið að vera, þú veist, sem maður hefur séð til dæmis í Vesturbænum að 40 komið hringbrautinni þarna. Hefur það sýnt sig að þetta raunverulega drægi úr umferðarhraða vegna þess að þeir sem hafa veltu bílunum voru alveg klárlega ekki á 60 sko. Og ég hef bara þegar ég keyri hringbrautina og þarna 40, ég alltaf bara, þú veist, tími ekki að fara sektir og þannig ég ánægður og góð að virða hámarksþað en við fórum bruna fram á manni þarna sko. Ég bara veltaði fyrir mig hvort að þetta sé að hafa tilægt áhrif. Mjög góð spurning sko, fyrir mig, ég lækka mig á þessum partaðana á hringbrautarpartinum. Það geta alls sem gera það, alveg rétt. Ég held að þeir sem að gera það eru þeir sem eru að vinda hámarkslagan fyrir sko. Ég held að hinir sér ekki bara, en þú veist, ég er ekki mót þessu, ég er svona bara. Sko allan að bara það sú rök að 60, hvað maður segja, hefur meiri áhrif á mannslíkamann heldur en 40. Það er þannig fyrstu rökin. Annað er það að við erum ekki að finna eina silfurkúlu til að taka á fyrir óöryggi. Þetta er bara eina af mörgum aðgerðum sem hægt að beita til að ná frekar öryggi. Og þarna til þess að menning alveg stór partur á hvaða hraða fólk keyrir. Annað þegar við færum okkur úr 60-40 og held ég að kannski hinu verstu verður þá 10 yfir 40 í staðinn fyrir 10 yfir 60 sem ég sé að gerist það. Vona ég. Já, áhugavert. Hringbraut var áhugavert. Það var frétt frá lögreglunni sem var að hraðmæla á Hringbraut 10. apríl síðastliðinn. Það voru 459 ökutæki á akstursleiðinni, 19% er að fóru hratt eða 87 sektaðir, eða myndaðir. 90%? 19%, og meðalhraðinn er brotlega 53 km/klst sem er þá 13 km yfir frá Hámstað. Sá sem hraðast og mæltist á 70 km/klst. Ég er hlynnt lækkun hámarkshraða þar sem að það eru öryggismál. Ég er ekki hlynnt í þar sem að markmiðið er að vera að ýta fólki eins og skrifar hérna úr einkabílnum yfir í almenningssamgöngur af því að ég á alveg eftir að sjá það að það sé raunhæft fyrir fólk með börn. Bara, ég er nú bara með eitt en við erum ekki þar að taka strætó. Sens. Semur Jóla, Kristín sá vingur minn, hún er með svona term, raflokk sem tekur tökum. Það er hjóla ekki við haldið og koma við í daggæslu og allt þetta. Þetta er bara, þú veist, það þarf að vera raunhæfir valkostir en þar sem að það er öryggismál, þar er ég alltaf hlynnt. En maður snýst að fjölga þeim sem stundavirkan verðmáta, ekki beint að. Það er ómargir bílar á götunni álastum, það er enginn að fara að neita því. Og með því að fjölga og auka öryggi fyrir þeir sem eru í þessum virkum verðmátum, þá ná að búið meira plássfjörður sem þau eru komast í hátur smá. Ábíl. Þeir sem bara skiptir leið til að tekið aðra. Eitthvað tím. Já, sem við erum skiptað. Svakara. Þetta er auðvitað í stórborgum þar sem samgöngunar eru raunverulega. Þessi borgarlína er samt bara, þetta er bara ein lína. Hún er ekki að fara að leysa úthverfavandann á sko. Undan okkur línu, það er aftur í fyrsta þess að. Ég meina, þetta er bara ný útgáfa strætó í rauninni, en ég er fylgjandi að bæta almenningssamgöngur. Þetta er ekki að fara að leysa það að fólk sem er með barn hér og barn þarna og tómstundir hér og er að vinna þarna. Þetta er ekki að fara að leysa það, sko. En þetta snýst ekki um það. Já. En ég set hann einn, þannig að varnagla í textan. Ég set hann einn varnagla henni í textan að læknum hafa sagt þess að framkvæma án þess að það drægur öryggi aðgengi neðabíla eins og Lilja kom inn á síðustu. Já, ég var með það mynd frá hann, ég hef punktað í sér. Já, þannig að við erum ekki að framkvæma þetta verkefni, við erum ekki einhversu skipulagsál, þannig að ég er svona að ýta þeim að meta hvort að það hafi einhver áhrif á núrið neðalastur. Já, fyrir ég greip frá þetta. Sko, ég myndi vilja leggja til að við tækjum út helst. Lækkun hámarkshraða þyrfti að framkvæma án þess að það drægur öryggi aðgengi neðabíla. Mér finnst ekki að vera fyrirvara á því, tengslum líka bara í samhengi við umræðan sem var hérna á síðasta fundi. Og það er hreinlega þannig að það er mannséð og það er umræðan sem var á síðasta fundi
það var ansið hvernig neðarbíll á almennilega að komast út úr hverfinu á háanum tíma. Sæbrautin stífluð, Kringlumýrarbrautin algjörlega stífluð. Ég veit ekki alveg leiðin út úr hverfinu, væri þetta jákvæð. Það var spurningin þegar við héldum að þetta snerist að komi tillögur þessa breytingu, ekki að flýta henni. Það forsendubreyting í umræðinni, sko. Þannig að þetta alveg já, mér finnst alveg að styðja þetta að flýta, mér finnst það bara fínt. En hitt var þetta neðalasturinn, þarf bara að vera bara öryggismál sem við hreinlega verðum að sinna og passa upp á. Þannig að þarf að framkvæma án þess, ekki þyrfti helst. Já. En annars er þessum hámarksvegð, með neðalasturinn og hámarksvegða, sem sagt, meðalhraði á háannatíma vel undir 30 km á klukkustund. Hámarksvegð hefur engin telda áhrif á það að breyta því. Það bara fullt bíla sem kemur til að minnka það áhrif. Nei, það geti orðið til þess að lengja hámarksálægi ef bílarnir fara hægar yfir. Það möguleiki. Og hinn umræðan var svo með í manna, sko, við vorum líka að finna að hafa ágjörð því að þetta gæti hugsanlega mögulega orðið til þess að umferðar yfirflæðið Flugvallarbraut myndi leita inn í hverfið og keyra í gegnum Laugardalinn. Og það eitthvað sem má alls ekki gerast og það við vorum kall eftir í hvort að það hefði verið greint, yrði greint í tengslum við þetta. En það mögulega bara eitthvað sem talar fyrir að styðja að það gerist, en það gerist núna í 60 km hámarkshraða. Já, en ég get til dæmis bara sagt út götunni minni í bíl Laugarsveg. Það var breytt úr 50 km hámarkshraða í 30. Það er sem ég er búinn að vera að keyra á rétt rúmlega löglegum hámarkshraða beint mín og það er þrisvar sinnum búið að taka fram úr mér með látum í vor og bara bíllinn hverfur og löggan aldrei á staðnum. Það er mikið búið að reyna að láta merkja hlutina betur og það er meðan svar komin fulltrúi frá samgöngustjóri sjálfur kom á fund hér og sagði að það væri fulltrúi fyrir samgöngustofu þessar deildar, samgöngudeildarinnar þarna. Hann kom og sagði að það væri stefna borgarinnar að merkja bara að þú keyrir inn í nýtt hámarkshraðaumhverfi. Þú veist ekki setja margar merkingar inn í umhverfi. Þannig að við keyrir inn götu þar sem allt í einu skiptir úr 50 í 30 og merkir enda götunnar, þú ekki margar merkingar. Svo byrjum við langa götu, hvort sem það er Laugarsvegur eða Suðurlandsbraut, og það ekki fleiri merkingar á götunni. Og þetta bara að mínu viti og mínu reynslu alls ekki skila jákvæðum reynslu. Við sjáum það sama á Sundlaugavegi og Brúnavegi. Það var tekið niður í 30, en merkingarnar eru bara hvergi sjáanlegar, helst bara bak við tré einhvers staðar. Það sem að fólk keyrir niður Brúnaveginn að Sundlaugavegi brekkuna þar á miklu hraða fáránlegt, sko. Þarna eru börn og dýr og þarna fólk að nýta líka tenginguna frá Sæbrautinni yfir í komast yfir á Langholtsveginn þarna í gegn, fólk að keyra þarna, sko. Það er Sundlaugavegur og Brúnavegur. Stjórnin, þekki ekki mikið þetta mál, en gangandi, nota mikið af virkni ferðamáta og hjólið alls konar. Alveg mikið samgöngur, alls konar bíðarna við mjög náða Suðurlandsbraut. Það ótrúlega erfitt að ganga. Það svo mikill hraði þarna. Það ekki bara það að maður, það eitthvað uppljós, maður vill stíða á það. En það bara að labba þarna á gangstéttinni við Suðurlandsbrautina og finna hraðann. Þetta bara virkilega óheilbrigt. Það með einhvern veginn sem fungir, en ég mjög hleypið sem tillögu. Robert, svona. Þá legg ég þessa umsögn til samþykktar fundsins, nema að það sé einhverjar fleiri athugasemdir. Þeir sem eru samþykkt brennt nú. Samþykkt með þetta. Það þeir. Þið beinni. Það næsti liður. 3. Auglýsing á tillögu að breytingu á deiliskipulagi Vogabyggð 3. Þarna verið að breyta með texta. Hún komin inn á skjánum okkur. Þessi auglýsing á tillögu. Kynningur á 4. apríl til 23. maí. Við höfum 10 daga til þess að kommenta inn í skipulagsskvattina.
Á fundi umhverfis- og skipulagsráðherra þann 13. mars 2004 og borgarráðs Reykjavíkur þann 20. mars 2004 var samþykkt að auglýsa tillögu að breytingu á skilmálum á Deiliskipulagsvopið 3 í breytingu lögð felst að texta í kaflanum svalið breytt. Ég byrst afsökunar á þessum táknum sem birta þarna. Þetta bara allt byrst þar. Já. Það breytið frá mér, ég bara byrst afsökunar á Þetta líka svona einu Ég veit ekki af hverju þetta byrtist, tók bara eftir þessu dag og allan orðin að laga þetta. Þú veist, þetta bara út, en ég skil ekki hvað þetta gerist. Í andrisblaði var þetta potið. breytingu að þessi steinskipulagið. Það mun alltaf að koma rétt í opinberu gögnum og við einhverjar líka sem Þetta skilna athugasemdum byrjar 23. maí. Já, ok. Við vitum þessu, það er búið þetta og það má hver sem fara inn á skipulagsskattina á sendina þessu. Það er komið. Þá það liður 4, kjörstaðir við forsetakosningar 2004, Vogaskóli. Frá skrifstofu borgarstjóra. Borgarstjórnin samþykkt að við forsetakosningar sem fara fram 1. júní næstkomandi verður sú breyting gerð að kjörstaðir sem áður var í Menntaskólanum við Sunds eru nú í Vogaskóla. Kjörkjör þessar nýja kjörstaðir verður að mestu það sama og fyrir kjörkjör í Menntaskólanum við Sunds. Farið verður í kynningu á þessari breytingu í aðdraganda kosninga og þess óskað að íbúar á Laugardals og eftir atvikum viðkomandi íbúasamtök verði aðstöðu hjá kynningu. Þetta er bara næsta hús, eða ekki? Bara Samtengda byggingar. Við vitum að þessu og við erum duglega að láta vita, sérstaklega ef þið búið í hverjum ná eðast í þessu. Þetta er eitthvað kjörstaður. Þá er það þessu lokið. Hverfistri Reykjavíkurborgar. Skógræktarfélag Reykjavíkur útnefnir hverfistri 10 hverfa í Reykjavík 2004. Íbúar verða hvattir til að tilnefna tré, runna, trjáröð eða lundi. Gerðum hverfisópa á Facebook og umfjöllun í fjölmiðlum. Einnig var óskað tilnefningum frá félag Skrúðgarðyrkjumista. Vel sagt. Þannig að varpa sér fyrir ykkur. Það er ábyrgð okkar. Já, lappum og það er talið fjá. Við kjörstaði. Ég fyrir því alveg eins og ég var þykist að áhuga á þessu, það er grasakar og lappaði beint í plasa um manni sem var Reykjavík og ég fatt að ég ekki með lyktisting. Og þess að ég fatt að hann bara bólfræði með Reykjavík. Ok, við vitum þessu. Við getum tilnefnt með því að senda á heiðmörk.is og fundu okkur eitthvað skemmtilegst eða runna eða lund í dalnum okkar. Já. Þá var það málum hverfisins. Svo fyrir við í styrkina. Hverfisum. Þá, lókum við fundi. Má ég koma með fyrir endur hana? Já, Kannski fyrst spurning varandi upp á eitthvað frétt af því, ákvörðun að það var valið og ég held að það var tilkynnt þeim sem vann. Ég veit ekki hvort að það hefur verið tekið boðinu. Ég er ekki múið að heyra það meira nema ég sé að mismuna. Ég sé eitthvað. Og ég víkja hundið þegar það kemur sem fyrir. En á styrkjan svona ekki. Já, það var þannig lagt til. Það er ekki með nýjan post varandi. Það er ekki bara en Það var best að bóka það. Bóka það þetta við sem þið. það lítur maður ekki fyrir að brjóta það ekki. Best. Já. Ég búið að vera svona fyrir að sagan endalösa með þess að þessu er sjókum. Formaðurinn er eitthvað búin að kynna upp með það. Það er úvinni klassi. Já, ok. Það er áfengi gjásinni orðið. Það var með að ræða hérna þjóðarvölda. Af því að það var haldinn fundur daginn, sameiginlegur fundur Þróttar og Ármanns varðandi þjóðarvöldina.
og þau fengu þarna greiningar aðila til þess að vinna skýrslu sem sagt það hvernig og hvort hún myndi fullnægja þörfum félagana framhaldinu. Það er ekki búið að birta skýrsluna en mér skilst að ég gera það fljótlega. Þannig að ég fekk heimild til því að segja frá því svona gróflega sem að fór fram á þessu fundi. En helstu niðurstöður skýrslunnar eru þær að það eru 18.500 íbúðir í Laugardal í dag ef maður rétt og þeim fjölgar 15.000–20.000 með uppbyggingu í Vogabyggðinni sem til þessu samhverfi. Þannig að við verðum stærsta hverfi borgarinnar eftir uppbyggingu lýkur og það er viðeigandi út af því að það er bara eitt íbúðarsvæði fyrir þessi félög. Og það eru mjög mikla forsendur sem að þurfti að gefa sér til grundvallar meðal annars vegar þjóðaröldin sem þá orðin einhverju lítið þekkt stærð og hins vegar varðandi uppbygging á íþróttahúsnæði í þessu nýja hverfi Vogabyggðanna. En niðurstöður skýrslunnar voru þannig að þar til þjóðaröldin rís að þá mun húsnæðisskortur íþróttafélaganna í hverfinu halda áfram að aukast nokkuð stórlega og þegar þangað til að hún verður opnuð sem er áætlað samkvæmt skýrslunni 2027, ég held að sýna alveg hóflegt að gera ráð fyrir að verði seinna, að þá mun bara gatið stækka. Skert aðstæða félaganna sem hefur verið vandamál til mjög margar ára mun bara halda áfram stækka. Það var sagt því á fundi borgarstjóra sem ég satt áður, það sagt fundi hér, þegar það kom ágæti menn og þjóðaröllina að það ætti að fara að hefja samtal við íþróttafélögin skólana hvaða aðstöðu þau munu hafa inn í þjóðaröllinu. Og það var búið að lofa einhverjum svo mörgum tímum og eitthvað, en það er ekki búið að semja við skólanum, ekki borgarskólanum í íþróttafélögin forgang, en þau vitur eiginlega ekki alveg fullkomlega, þau hafa ekki hendum, það samtal er ekki hafið, borgarskólana í íþróttafélögin, en eins og það mátti skilja þessa ágætu herrana sem kynntu þetta hér að þá verður áfram það sama rekstrarmódel, þannig ef það verður leið út bæði húsnæðin á sama tíma, þá verður íþróttafélögunum og skólunum út. Og þetta er mjög mikið áhyggjuefni og var til umræðu á þessu fundi í íþróttafélaginu sem að þessa. Það er samt komið svona stundin til rós að þeir væri svona að segja að það væri, það byrjaði að semja nýtinguna og það hlýtur að vera samningsatriði að ef að það sé ekki hægt að bóka báðar raddirnar í senn. Annað, eins og þú segir, er í rauninni ekki breyting. Og heimsmeistaramótið í handbolta, þar verður farið í húsin undir á saman tíma. Og mín ágiskun er að það sé lokun á húsnæðinu fyrir allri lokun annar en heimsmeistarinn í flestum náttúrulega. Það er bara útlýsingu á öllum íþróttaæfingum og öllu skóli. Það verður það. Það verður sem betur fyrir ekki áhrif. Nei, en þú veist, það sýnir ógnina sem við munum þá búa við til næstu áratuga fyrir þessi íþróttafélög í hverfinu, að ef það komið upp stórviðburðir að þá verður þetta. Og veit að það fólk ekki, þeir sem voru kynna þjóðaröllina voru fulltrúar borgarinnar eru ósáttir við þessar orðræðu. Finnst að það sé verið að gera vel í hverju með þessari uppbyggingu. En það er bara niðurstaða þessara greiningar er að ef allt gengur, að þá mun þjóðaröllin og uppbyggingin í Vogabyggðinni sem er ekki búið að setja á framkvæmdaáætlun eða búið að skipuleggja formlega, mun rétt fullnægja framtíðar þörfum félaganna eins og þau eru meðtengd samkvæmt forsendulistunum. Það hlýtur að vera krafan á þjóðaröllinu að hún verði sem mest í nýtingu í íþróttaviðburðum, tónleikum, það hlýtur ekki að vera tegundir. Það þykir að vera vantarlega hlutaverðisreiki eins og þetta er í dag. Já, það er bara sama rekstrarmódel. Svona aðeins sem kemur að því. Þannig að það verða forgangur á sérsamböndin og það verður forgangur á viðburðahald sem við notum til frammi. Það var að tala um nýtt bókunarkerfi, ekki að hafa á þessu ekki einhver. Það er rosalega nýtt starf bókunarkerfi þannig að ekki eru þið líka aukið þannig. Já. Það er aftur bara, það er ekkert í henni, það er ekki í einu samtali við En ég samla, það þarf að svara þessu, hvað gerist þegar að hafa með hann?
Það er aldrei. Það er búið ákveða, þú veist, Er búið staðfest að við séum að sækja er búið staðfest að við fáum Það er það. það er frekk ég sagði Já, en það sá einn og einn, þú veist, viðburður er náttúrulega bara vandamál, en þessi stóra máli er, þú veist, þessi forgangur og alltaf væri alltaf gestur í einu húsum. Þannig að ég það væri bara mjög áhugavert fyrir íbúar að fá kynningu á þessari skýrslu frá fulltrúum sem hann unnið. Þetta var mjög góð greining og við deila Hvað er þessi skýrslu? intellekt. Hvað er þetta hljóðið í Íslandum? Sko, mér fannst þetta nú bara mjög vel gert til fórsvarsmenn í félaginu. Þeir leyfðu bara greiningaraðilum að kynna og segja bara frá sínu mati á þessu. Og það fannst náttúrulega bara mikil umræða og það var einhver starfsmaður borgarinnar sem var að svara fyrir ákvörðun sem hann ekki aðallega því að taka. Fyrir því að hann alltaf var reynd í það. En það var alveg klárt mál að komið fram á að gera til þetta. Og félögin í hverfinu hafa búið við verulega skert aðstöðu yfir mjög langt. Það hefur staðið mjög mikið fyrir þrifum við uppbyggingu, afrekstarfið til dæmis bara berið það saman við hvað er að gerast bara í hverfunum kringum okkur. Engan veginn sambandi. Þannig að ef þá núna dempa okkur þjóðarhöllinni sem virðist að búið að taka ákvörðun þá verðum við föst ekki skipulagi sem að ríkir kringum þjóðarhöllinni til næstu 70 ára. Og það er eins gott að sá uppáspunktur verði þá vel skilgreindur. Af því það hefur ekki gengið að fá borgina til að reyna að breyta fjármögnunarmódeli í Laugardalshvallarinu. Ekki til viðtal sem það. Þannig að þegar það er búið ákveðið að festa okkur ykkur hjálpari með þjóðarhöllinni, þá verði því ekki. En sko þegar voru kynna HR, þá talaði bara að skipta leikböðum á milli í þjóðarhöllinni, ekki þessu. Já, þú veist. Því ég átti að skilja þessu fólk og það er bara árna, bara fá við þjóðarhöllinni. Og svo er skóla þannig að ég skilja þetta. Já, það verður þannig að það eru að vera 4 vellir í þjóðarhöllinni. Það verður tjöld sem að skipta. Það verður 2 og Laugardalshöllinni og 4, þetta 6 vellir, þannig að hver klukkutími er sinnum 6, því það er þá 1 völlur. Og þannig fáðu út einhvern tímafjölda sem það getur fengið æfingja. En það er alveg ljóst að bara starfsemi, æfingar, keppni og annað í kringum þennan viðburð. Þannig að fæðu sem verður. Ok, það var eftir að klára hann samning, sem best ég veit, þannig að það er gaman að sjá hann þegar hann kemur að nýta samning. Já, en það er punkturinn sem ég var líka að segja, bara það samtal hefur ekkert farið að stað gagnvart spilum. Þannig að ég var eiginlega mælast til þess að við myndum bjóða fulltrúum íþróttafélaganna að koma hér og ræða niðurstöðu þessara skýrslu á vettvangi. Já, það var það þeir að gera samningana á fólkum. Og við skulum skoða það. Það er mjög gott til að. Hvaða mál er verið að reyna? Málefni hverfisins. Þetta er bara Opið. Já, ok. Þú búin við það. Ég var með eitt sem við höfum aðeins verið að ræða líka í íbúðarsamtökunum. Það er svona landfylkingar eða landfylkingi núna í Skarfafell. Og það er einhvern veginn virðist vera meira umfangsmeira en að gert ráð fyrir. Að mann virðist okkur það og áhyggjur hafa líka þessum sjósund staðnum með litlu pínu, litlu vík sem eftir er Skarfafell. Ég veit ekki hvort það sé eitthvað, ég veit ekki, ég er bara á Akkursvík, þetta er svona opið. Hvort að þið hér hafa eitthvað pælt í þessu máli? Með ekki þetta. Ég tek ekki stöðuna að mér finnst mjög mikilvægt að hafa þessum einu lítla sjósundstað inni. Já, bara hafa bara það er verið að dömpa það byggingarefni endast búa til ykkur landbyggingu, það verðist ekki verið mikið svona aðhugna. En það getur vel verið að vera tveim, en bara hafa þetta ykkur stað og Það var umræða setja upp skýli. Já. Já. Það er alltaf
kemur einhverju einustu betri Reykjavík en það mynd. Það er svona alls konar svona til þess að, já, fyrir aðstöðu. Já, Reykjavíkurborg búin að loka fyrir það út af því að þarna verið að sleppa skústur hjá, það ég veit ekki, það miskið. En 2018 með Google-na, þá eitthvað erindi hjá fagstofnunum að skoða þetta efni frá Landspítalanum. Já, það bara verið að endur. Samlu plóstrar. Já, Nei, ég svo ekki grafurinn. Já. Já, þegar við vorum grunninn. Já. Grunninn það sko. Það var ekki mér áttfólk. Nei. Séð þetta svæði, þetta alveg alveg bara flenni stórstofna þeim sem bendur að kaupa nokkra og allt komið. Ég verður að lappa maður stofra, hvað það að byggja? Það er svona... Já. En þetta náttúrulega bara eyðilegging á þessar náttúrulegu strönd sem var. Það er því. Það allan að fylgjast með. Það var alveg að gulla þessu. Ég ekki nú upp til skerum og slíkt og þá búið að velta inn mjög mikið fyrir þess að ég búið að gera grjótgarðan að standa sjólínuna, eða það er bara utan Reykjavík, grjótgarðan að standa þeim. Aðgengja sjó, þetta er alltaf svona, já því sjóðsund fólk fyrir að þeir þann, ég veit sjóðsund, fólk fyrir að þeir þetta bara að segja aðgengi að því að komast í fjöru bara nánast að verða hvergi, ef þú ferð allar hringinn í kringum og yfir og gera svo innleitursökinni, en það grjótgarður alveg út, þú þetta bara niður grjótgarð, þannig að fólk með alls konar, við frekar að auðvitað ekki, þannig að sé svolítið horft á það að það komast í fjöru, komast í sand. Geta sem er bara í sjóun allar, en til að flippaður, það getur farið, hvernig í Laugarnesinu, komast í fjöru þarna. Það er bara næst einhver stöður upp í Mosó. Eða bara Geisnir eða það sko, þú þarf að fara svolítið langt. Þú þarf að loka að grjót. Já, það er þessar leiðir eins og í Vesturbæ eru járnstígar sem fara yfir grjótgarðinn og það er náttúrulega stíða það niður að þessari strönd. Já. Við getum alveg senda inn eins og leiðir skriða sko. Já. Eða Súkja eða farið. Já, en það að ganga hans sem nær. Já, skilur. Það alltaf mikið frímerki hérna. Ef þú vilt koma á ráðið draugar textu, þetta er saman næsta fyrir. Ég bara, já, ég vilja gera það, ef við gerum okkur næstu fundi, ef ég saman. Ég bara senda, já, á Lilju og Lilja kemur alveg. Ég sko, þessi stundstaður sem sagt austanvið fyrir vatnlínuna. Vestan lögð sem breyðlýst og það náttúrulega fjarhægt á aðgengilegt sem hlutafriðingunni sögulegminni sem bara ítt úr vögli hefðist við það og fleira. En ég skil ámennina sko. Það fyrir málumni hverjusins. Já, ég með eitt. Ég finna einn nýjum. Já, það mikla áhyggjur í túnunum út af í rauninni sko þessu byggingamagn sem hefur leyfilegt þar og það þetta sóltúnsmálvirkni sem þið hafið örugglega velt hér. Og ég velti þessu bara fram núna en ég svo sem ekki með hugmynd eða tillögu en þið hafið eflaust rætt þetta oft en núna verið að íbúar túnanna og komið sér saman þökk sér einhver já, alveg rétt, við fengum styrk og erum núna að byrja að fegra þennan reit. Og það mikill sóðaskapur á þessu einum, sem hliðin á byggingareiturinn, eiginlega byggingareiturinn sem náttúrulega bara bráðbýlt núna. En þarna eitthvað bílra. Það byggingar, eða bík og svona grindverk og það pallettir. Og það enn, svo mótið að segja og ég endalaust að senda borðina og ég orðin pirruð á sjálfri mér, ég vil senda svo mikið og ég bara pæli, eitthvað sem hægt að skoða bara við erum að fegra þennan reit, það svo erfitt þegar reitum í hliðina og svo hlusla fyrir ykkur. Ég velti fyrir mér. Þá
Reykjavík áhrif fyrir þeirri neitt eða byggja. Það benda allir á konan. Fjallasól sem í rauninni hjúkrunarheimilið er mjög flókið og pólitískt og ég fór nú alltaf að tala þetta þessu eldfimt mál og margótt búið að fjalla í heimildinni. Þau sem sagt vilja ekki vita af þessu, segist ekki þetta. Það getur líka veikt þau benda skólinn segist ekki þetta. Reykjavíkurborg segist ekki allan vilja hirða neitt og það getur verið að þeirra allt einfallega. Svo getur þetta líka bara verið einhver íbúi í hverju. Einhvern veginn áttum okkur ekki á því hvað þetta að koma. Við viljum að blanda af ýmsu leið og eitthvað svona byrja að safna saman og þá fólk að tjekka inn sko. Það er Það var einhver sem keyrði daginn bara með kerru og bara styrstu. Það var einhvern ákveður sem tók myndaði. Ótrúlega, sko. Það Já, ég finnst okkar væri líklega bara, þú veist, sami og þú hefur öll á, sko. Ég bara, já, nákvæmlega, það kannski ekkert meira hægt að gera. Mér finnst alltaf lægja, þú veist, má ekki standa spurning á þessu vettvangi líka. Jú, það var vist það, sko. Líka kláraði hana líka og við tökum hana fyrir. Já. Þetta svona svo mikið byggingamagn núna komið að vera byggja í Nóatúninu og það þetta líka verið að fara að byggja hérna í Sóltúninu. Og það bara svona lítið að græna næst. Það var einhvern veginn að láta sér heyra. Já, það var ekki að brúsla hérna. Allan, já. Farast það snið, sko. Þetta svo fyrirlega. Góðmundur, takk fyrir þetta. Fleiri í málunni ykkar. Og fyrir við styrkja umsóknir. Þá bara loka ykkur stuðni.